Góðan daginn. Það er kominn ágúst. Ég ætla að tala svolítið kaupaukagjafirnar í ágúst hjá Young Living. Mér finnst bara ágætt tækifæri að nýta þessar kaupaukagjafir sem koma fyrir þá sem vilja versla og því meira sem að maður verslar því fleiri gjafir. Þetta er ekki svona system sem að ég myndi kjósa að velja, en svona er þetta og margir eignast alls konar olíu sem þeir hefðu kannski aldrei keypt, sem getur verið gaman ef maður er að nota þær. Ok, í ágúst þá er það þannig að 120 PV fyrir þá sem eru í loyalty, fyrir þá sem eru í áskrift, kemur spérmynt. Spérmynt eru þetta af piparmyntu fjölskyldunni, hressandi. Hún hefur svona smá tón sem er öðru sem mynta og mér finnst ofboðslega gott að nota hana í munnskólið mitt. Munnskólið mitt er bara blanda af vatni og þýfs munnskóli og svo bæti ég gjarnan einum tveimur dropa spírmynt og órans út í munnskólið og það gerir það bara svona ekstra hressandi. Þannig ég er oftast með þetta bara við hliðina á mér. Ég er oft með þetta líka á náttborðinu mínu. Mér finnst gott að nota þetta ef ég vakna á nóttinu og er eitthvað þurr í munninu. Hressandi. Spérmynt eru þetta eins og mynta góð fyrir meltinguna, góð fyrir magan. Hann er gott að drekka hann í vatni ef maður er með svona vill bara svona fyrir maga vellíðan, getum við sagt. Spérmynt. Ok, svo eru 190 sem er þá fyrir alla sem panta, hvort sem er one time order eða loyalty. Og það er svitalyktareyðir og sápa. Charcoal sápan sem er uppáhaldssápan mín. Ég á enga charcoal sápa því ég er búin með þær allar og nú er þetta bara mjög spennt að fá nýja sápu. Þannig þær eru bara í svona pakka. Hún er svört. Hún er ofboðslega góð fyrir húðina því ég er með svolítið viðkvæma húð. Inniheldur olíublöndu sem er ótrúlega falleg og ösku af kókosösku held ég, þannig hún er svört. Hún er mjög góð olía í baðið. Ég nota hana rosalega mikið þegar ég bara er í sturtu. Ég þvæ mér með henni og svo nota ég núna Shudran sjampó eða 3 í 1 fyrir hárið því ég þvæ það því það er ekki til neitt annað sjampó. Það virkar mjög vel. Og með sápunni er líka svitalyktareyðir, Valor svitalyktareyðir. Ég á hann ekki til því að ég nota ekki svitalyktareyði og sel alltaf mína ef ég hef eignast svitalyktareyði en á ekki neitt til að sýna ykkur. En þetta er bara svona stifti. Þessi notenda eru mjög ánægð með þetta. Spýtist út af mér. Ok, svo er það 250, þá kemur Geranium Bourbon. Og Geranium er óbúslega falleg olía fyrir húðina og Geranium Bourbon er bara svona ekstra falleg geranium olía. Mjög mikið noti í alls konar húðolíur. Hefur mjög sérstakar lykt og margir þekkja þessa lykt af blómi sem var svolítið vinsælt aðal í gamla daga. Held að sé kannski einhvers konar pelargónía. En já, hún er sem sagt Geranium, getur kíkt aðeins í spiritual bókina. Fyrir öryggi svona nánd, hún er mjög mörgum góðum blöndum eins og Joy. Svolítið líka upp German Chamomile og Lavender. Hefur svona svolítið svipaða eiginleika. Svona róandi, slakandi, heilandi, góð fyrir húðina, mild, óbúslega falleg olía. Líka fyrir kvíða, magan líka, alls konar eksem, já, og fyrir bara eins og allar olíur eru líka sótthreinsandi. Geranium Bourbon
Þetta 250. Svo kemur Forgiveness. Hvað gerði ég við hana? Og ég var með hana hérna á. Forgiveness. Jæja, skildi hann ykkur starf eftir. Ok, Forgiveness er náttúrulega bara ótrúlega blanda með mjög mörgum olíum úr biblíu, úr feelingskittinu, sérstaklega hugsuð til að hjálpa okkur að vinna með fyrirgefninguna. Oft er það við þurfum að vinna með fyrirgefninguna til okkar sjálfra, af því við getum ekki verið með alls konar neikvæðar hugmyndir okkur sjálf til að ná svona sjálfskærleikanum á eitthvað gott, góðan stað, gott að nudda inn í naflann, hugsa fallega til okkur bara áður en fara svo að nudda inn í naflann, segja bara jafnvel ég fyrirgef sjálfri mér, ég fyrirgef foreldrum mínum eða hvað sem við viljum, hvað sem við viljum hafa áhersluna á fyrirgefninguna. Góð fyrir orkustöðunar eða fyrir magastöðina. Forgiveness, guðdómlega falleg blanda með rós og mörgum öðrum fallegum olíu. Svo er það 400 pv, það er alltaf free sending og svo 450 þá kemur patchouli, uppáhaldsolía mín, fyrir góð fyrir húðina líka. Hún er líka grounding, mjög svona jarðtengjandi. Patchouli. Þessi er opin, ekki lokuð, þessi er lokuð. Það segja að hún sé eina af þessum fáu olíum sem batnar með aldrinum. Og ég er náttúrulega með mjög viðkvæma húð, ég nota hana mjög mikið. Ég nota hana stundum í líkamsolíuna mín, í sápurnar mínar. Hún er náttúrulega í ilmvatninu mínu, ilmblöndunni, Joy Blessing ilmblöndunni minni. Mjög mikið nötuð í austur, Indlandi, Malasíu, Kína. Fyrir húðina hún er líka mjög góð á bit, eins og snákabit og moskítóbit. Já, fyrir orku, hún svona gefur varma, hún er bólguðandi og gerir allt mögulegt eins og bara, segi eins og flestar olíurnar gera. Þetta er bara spurning svolítið að læra að nota þær í daglegu lífi, að temja sér að nota þær til að njóta þeirra. Af því ef við erum ekki að nota þær, þá erum við ekki að njóta þess að þarf að setja þær í olíurnar sem maður setur á húðina, þetta setja þær í sápurnar sínar, þarf að setja þær í ilmblöndurnar, í ilmúðarana auðvitað, en þessi er svolítið þykk. Þetta er eina svona olíuna sem er svolítið þykk. Ég seti ekki alltaf mjög þykkar olíur í ilmúðarana því það er það bara meiri líkur til að hún það siti í honum. Svona eins og gull, sko. En svona, gerir svolítið, bara gerir svona filmu á húðina, þess vegna ótrúlega góð í alls konar olíur á húðina. Það er svo ótrúlega falleg önnur tilboð, til dæmis Ningxia-Red, og þá fer maður svona bókutilboð, þú kaupir eitthvað ákveðið og fær annað með. Þannig að það er Ningxia-Red og það er melísuolían, það er Sacred Frankincense olían, sem ég get mælt með, þá færðu rósmarín og okkur aðra olíu með. Mjög flott tilboð, bókutilboð núna í ágúst. Njóttu vel og gleðilega verslunarmannahelgi, helgin sem ég er alltaf heima.